Ég held að þú getur ekki fundið betra hverfi til að alast upp í. Ég er einhvern veginn alveg sannfærð það, sama hvað hver segir, þá vita þeir sem vita og alast upp í Vesturbænum. Þetta er bara besta hverfi á landinu. Ég er alin upp í Vesturbænum í Reykjavík og býð þar með fjölskyldunum minni. Þetta er bær í borg. Svona eina hverfi í Reykjavík sem einhvern veginn þú upplifir smá, já ég gæti alveg verið í einhverju stórborg erlendis. Þú lappar út og það er líf. Það er svona þessi blettur sem ég myndi segja væri svona kjarni Vesturbæjarins. Það er Kaffi Vest, bakaríið, melabúðin og Vesturbæjarlaugin er algjörlega númer 1, 2 og 3 hjá mér. Ég fer þangað svona meðaltali 5 sinnum í viku. Þú hittir alltaf einhvern þegar þú ferð í Vesturbæjarlaugina sem þú þekkir eða kannast við. Nýji stóri potturinn, með tilkomu hans þá er Vesturbæjarlaugin bara besta laug á Íslandi. Maður fer kannski í bakaríið og fer á túnið hjá Vesturbæjarlauginni og fær sér bakarísmat, svo fer maður í sund og svo kannski eftir sund þá fer maður á Hagavagnin sem er þarna beint fyrir framann. Ægisíðan er algjörlega frábær staður. Ég skokka stundum Ægisíðuna og fer svo í sjósund og svo tilbaka. Þetta með hvað Vesturbærinn er nálagt miðbænum, það er líka ákveðin sjarmi yfir því. Þú ert aldrei einhvern veginn að borga rosa mikið í leigubíl. Þú veist, þetta er allt svo auðvelt af því að þú ert heima einhvern veginn svo nálægt. Þú veist, það sem ég er að vinna á Suðurlandsbraut, þetta er engin fjarlægð og alltaf þessi virði fyrir það að búa í Vesturbænum. Ég er mjög spennt að strákurinn minn alist upp í Vesturbænum. Það eru 3 frábæri grunnskólar þar, rólóar og leikskólar út allt sem er náttúrulega algjörlega frábært. Þetta er allt rosa sjarmerandi staðir bara til að labba Það er alveg mjög góður fílingur í þessu hverfi. Með hverju ári þá verður einhvern veginn meira líf í Vesturbænum. Og ég held bara að fólk muni átta sig ennþá meira á því hvað það er frábært að búa þarna og það flytja vonandi fleiri í Vesturbæn ef það er pláss fyrir fleiri. Ef þú ert úr Vesturbænum þá ert alltaf að tala þú sért úr Vesturbænum. Fattar hvað ég við? Það er einhver ástæða fyrir því. Þú þarft einhvern veginn að prófa að búa þarna til að fatta þetta.